2, 3 prom, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ett, två, tre, ett, två, tre, ett, två, tre, prova, ett, två, tre.
þessi takki hér, hann skiptir glæru, þessi minni fer tilbaka og við held í þessu minni, þá getur Fókusera. og þú ert með skjá þarna sem mun sýna hvaða glærur eru. Ok. Hún vantar þá 2 mínútur í sko. Góðan dag og takk fyrir að mæta á fyrirlestur í vinnuverndarviku starfsmenntaskólana. Og í dag erum við hér á Háteigssvegi, við fengið hana Dóru Hjálmarsdóttur sem er rafmagnsverkfræðingur og einhver helsti, og ég eiginlega leyfi mig bara fulltrúa helsti sérfræðingur landsins í svona neyðarstjórnarmálum. Sjálf vann ég áður en ég kom hingað, ég er sem skólameistari og heiti Hildur, og ég vann áður upp á Veitum þar sem ég kynnti Dóru vel. Hún var einn helsti ráðgjafi orku og veitufyrirtækjana í neyðarstjórnarmálum. Þar vorum við alltaf að reyna að undirbúa okkur fyrir kannski eldgos eða jarðskjálfta eða meiri háttar óveður og svo framvegis, mengun og slíkt. Og þannig að ég ætla bara að gefa Dóru orðið og hún kynnir sig. Erindi í dag fjallar ekki skip eða vélar, heldur fjallar neyðarstarf almennt og svo með sérstakan fókus á raforkukerfið. En það er held ég mjög gott fyrir ykkur öll, bæði sem að
sigli skipum í framtíðinni og einnig sem að starfi sem vélstjórar og þá margir inn á í orku- og veitufyrirtækjum að kynnast þessu starfi. Gjörðu svo vel, Dóra. Komið öll blessað og sæl. Gaman að fá að vera með ykkur hérna í dag. Dóra Hjálmarsdóttir heiti ég og er eins og Hildur sagði rafmagnsverkfræðingur að upplagi. En það er orðið svolítið langt síðan ég hef verið að vasast í rafmagninu því að ég hef verið að sinna öryggismálum í víðasta skilningi og þá með þungamiðju á neyðarvarnir og neyðarstjórnun núna síðustu 30 árin. Ég starfa semst hjá Verkís og starfsvið mitt er í rauninni öryggismál frá A til Ö og það er allt frá vinnuvernd á starfsstöðvum okkar og starfsstöðvum hjá viðskiptavinum og yfir í áhættugreiningar, mannvirkja og starfsemi og yfir í framkvæmdir, öryggi framkvæmda og síðan neyðarvarnirnar þar sem við ætlum að fjalla svolítið í dag. Verkefnin eru af hinu fjölbreyttasta tagi. Þetta er ráðgjöf við fyrirtæki varðandi svona neyðarvarnir, hamfarastjórnun eða áhættumat starfa, bara það sem vinnueftirlitið er að fara fram á og við öll þurfum að vera meðvituð í okkar störfum hvaða áhætta fylgir þeim og hvernig við getum varast slysinn og komið heil heim. Og í því skyni þá reynum við að hefja fundi með svona smá öryggishugleiðingu og ef við erum með fundi hjá okkur þá kynnum við flóttaleiðir og þið eru öll vel kunnu flóttaleiðum hér, sko. Ég sé að þarna er útgangurinn merktur þannig að ég myndi líklega rata út sömu leið og ég kom og fara eftir grænu ljósunum. Síðan erum við svona með kannski stutta öryggishugleiðingu, eitthvað sem við komið upp á leiðin í vinnuna eða leiðin í skólan eða eitthvað sem kom upp á í gær. Er einhvers hérna sem að myndi vilja deila einhverju með okkur? Það er mikilvægt að bregðast skjótt við og láta vita, kalla á neyðarlínuna eða veita fyrstu hjálp og mikilvægt að kunna fyrstu hjálp. Ég reikna með að það sé kannski hluti af ykkar námi að taka skyndihjálparnámskeið. En allavega er það mjög gagnlegt að taka slík námskeið og halda þeim við og kunna bregðast við ef á þarf að halda. Og auðvitað fara varlega í umferðinni, hreinsa rúður og vara sig á hálkunni. En svona það sem ég ætla að fjalla sérstaklega í dag er neyðarsamstarf og neyðarstjórnun og að þessu samstarfi koma fjölmargir aðilar eins og þið hafið séð núna í þessum atburðum síðustu vikna. Það er rauninni allt samfélagið sem að tekur höndum saman, allir mögulegir aðilar, hvort sem það eru opinberir aðilar, fyrirtæki, stofnanir, sjálfboðaliða samtök, löggæslu aðilar og aðrir taka höndum saman, hafa með sér samstarf og þar eru samskiptin og upplýsingamiðlunin, fjarskiptin skipta gríðarlegu máli í þessu sambandi þannig að upplýsingar komist greiðlega á milli fólks og samræming aðgerða eins og það hefur séð og heyrt í gegnum almannavarnir, samhæfingarstöðina, hún er virkjuð þegar mikið liggur við og þar koma saman viðbragðsaðilar fulltrúa viðbragðsaðilar frá hinum ýmsu aðilum og samhæfa og samræma sínar aðgerðir og gefa upplýsingar frá fyrstu hendi sem að skiptir gríðarlegu máli þegar bregðast þarf skjótt við og allt miðar þetta að því að halda sem best samfelldum rekstri á þeirri þjónustu sem við erum að veita hver svo sem hún er, að hún fari ekki mjög alvarlega úr skorðum þegar eitthvað bjátar á. Eins og við tókum eftir í óveðrinu hér í desember að það fór ýmislegt alvarlega úr skorðum þegar rafmagnið brást. Rafmagnið er í rauninni orðin undirstaðan að öllu okkar lífi. Við gerum ósköp lítið án þess að hafa rafmagn.
og þess vegna er kannski svolítið fókusinn hjá mér núna á rafmagnssamstarfið og neyðarsamstarfið í raforkukerfinu. En eitt af þeim verkefnum sem við höfum unnið að, eða ég hef komið að, eru til dæmis varðandi Bárðarbungu. Þegar Bárðarbunga fór að hreyfa sig þá var svona átaksverkefni á vegum almannavarna þar sem að félög og stofnanir úr öllum helstu innviðageirum voru hvött til þess að rýna sín viðbrögð og sín viðbúnað gagnvart rafmagnsleysi. Hvernig myndu þau standast það ef það illa færi og það yrðu mikil flóð á Suðurlandi sem að myndu valda tjón á virkjunum, sem ylli því að það yrði jafnvel raforkuskortur hér á höfuðborgarsvæðinu. Þannig að það voru margir aðilar sem yfirfóru sínar viðbragðsáætlanir og sinn viðbúnað í kringum það. Og síðan er búið að vera að vinna fyrir þjóðaröryggisráð áhættumat innviða og innviðir, mikilvægir innviðir, það er til dæmis raforkukerfi, fjarskiptakerfi, það er stjórnsýslan, það er fjármálakerfið, það er heilbrigðiskerfið, menntakerfið og svo framvegis. Þannig að það er búið að vera að skoða alla þessa þætti og núna er akkúrat verið að skoða aðgerðir í kjölfar óveðursins í desember að stjórnvöld ætla sér að setja fram áætlun átaksaðgerðir til þess að koma í veg fyrir að reyna að koma í veg fyrir að viðlíka ástand geti skapast aftur og skoða það þá með öllum þeim aðilum sem að málinu koma. Nú, það eru ýmis hugtök notuð í þessu sambandi. Við tölum neyðarstjórnun, við tölum krísustjórnun, við tölum hamfarastjórnun. Meira og minna er þetta allt það sama. Það er aðeins mismunandi kannski áherslur og svolítið mismunandi eftir fagsviðum hvaða hugtök eru notuð. Og það sem við viljum vera að gera er að tryggja samfelldan rekstur og allt þetta þýðir að við þurfum að hafa einhvers konar skipulagða stjórnun. Við þurfum að hafa einhvers konar ramma sem við erum að vinna eftir, hvort sem það eru staðlar eða einhver önnur svona skipulagða leiðsögn sem að við förum eftir til þess að við getum haldið utan það sem við erum að gera og til þess að við getum verið vissum að við séum alltaf að bæta okkur, alltaf að vinna að stöðum úrbótum og að gera í rauninu okkar besta hverju sinni. Nú, og það inn í þetta tengist áhættustjórnun og hættustjórnun og síðan eru það þessi hugtök áhætta, hættagreining og mat, sem sagt að við greinum hættuna og við metum hversu líkleg hættan er til þess að valda tjóni og metum þá áhættuna út frá því og gerum síðan sem sagt einhverjar aðgerðir til þess að reyna að draga úr. Við reynum auðvitað að ráðast á rótum vandans og fjarlægja hættuna ef við getum það. Í mörgum tilfellum eins og í vinnuverndinni þá getum við það. Við bara breytum vinnuaðferðum eða notum annars konar efni eða búnað. En eins og til dæmis varðandi náttúruhamfarir þá gerum við ósköp lítið í því að breyta veðrinu eða breyta því hvort það verður eldgos eða jarðskjálftar, en við getum undirbúið okkur. Við getum skoðað hvaða tjón er líklegt hjá okkur og við getum skoðað hvaða aðgerða við getum gripið til ef svo illa fer að atburðurinn gerist. Og í öllum undirbúningi viðbragða þá erum við að gera greiningar og mat. Við erum að skoða hvað er það sem ógnar starfsemi okkar. Stundum kallum við það SWOT-greiningu, sem sagt að við erum að skoða styrkleika og veikleika og ógnanir og tækifæri. Við getum í langflestum tilvikum erum við að nota áhættumat aðferðina til þess að finna eitthvað sem getur skaðað okkur. Við getum notað þessa aðferðafræði líka til þess að finna tækifæri sem hjálpa okkur og bæta í rauninni reksturinn okkar. Nú, við erum að skoða náttúruhamfarir, við erum að skoða hamfarir af mannavöldum, sem skemmdarverk eða einhvers konar netárásir eða eitthvað slíkt. Við erum að skoða aðra vá eins og stórfelldar bilanir eða þá
það getur verið stórfelldur leki í einhverjum tönkum eða stórfelld bilun í einhverju dælustöð eða tengivirki eða hvaðina, eða þá við erum að skoða farsóttir til dæmis. Heilmikil vinna fór fram í kringum svínaflensuna og það dæmi allt saman, sem sagt heimsfarsótt, að menn fóru í að meta hver er lágmarksmönnun hjá mér til að geta haldið uppi minni starfsemi með eðlilegum hætti og hvað þarf ég að gera til að halda henni. Nú við, sem sagt, þegar við erum búin að greina og meta, þá þurfum við að meta hversu viðkvæm við erum fyrir þessum áhrifum sem að þessi vá getur valdið okkur og hvert er viðbragðið okkar. Getum við brugðist við eða þurfum við að bæta viðbragðið að einhverju leyti. Og við getum, sem sagt, eins og ég sagði áðan, við auðvitað fjarlægum hættuna ef við getum og þá er bara mál dautt. En við getum aukið okkar viðnámsþrótt með því að vera með viðbúnað, eiga áætlanir, þjálfa fólk og svo framvegis til þess að bregðast við þegar í harðbakkann slær. Og meðal þess sem við þurfum að eiga eru einhvers konar viðbragðsáætlanir og þið til dæmis ef þið vinnið á skipum, þá eru þar til alveg fullt af viðbragðsáætlunum og þar er til öryggishandbók sem að lýsir því hvernig skipulag öryggismála er á viðkomandi skipi og þið eigið sem sagt viðbragðsáætlunum við slysum, maður fyrir borð og svo framvegis eða kviknar í og hvað veit ég. Nú er ég ekki sérfræðingur í vinnu á skipum, þannig að það er, já. Já. Frábært. Og þetta var ógeðslega fín. Já, er það bara ein öryggishandbók? Já, það er ein öryggishandbók skipsins sem felur í sér að þú átt að lesa, þú átt kynna hana, að maður í það minnsta sem skipstjórnarmaður, kynna þér bókina og þú átt að vita, þú átt að fara í vitleyskekk, mánaðarlekkekk og afleikkekk á öllum öryggishandbókum. Það er bara brotunum á því. Það er vinna í gangi og búin að vera vinna í gangi við öryggishandbækur fiskiskipa að tengja það kerfi sem að kalla safety folder, ég veit ekki hvort þið kannast við það, að það er svona breskt skráningakerfi þar sem að hægt er sem hjálpar manni til að halda utan þessi þætti, já, á öryggisþættina og minnir mann á og svo framvegis. Það er líka verðt að geta þess að þú að vera áfengi í gangi undanfæra og að fólk sé tilbúið að lifa án utan að fólk aðstæðum 3 dagar á Íslandi. Það er margir að fara. Það er eitt af því sem það þarf að kynna betur. Já. Það er bæði inni hjá almannavörnum og inni á vef Rauða krossins eru upplýsingar viðlagakassan og heimilisáætlun og nokkuð sem að ástæðir til þess að fólk kynni sér. En við erum auðvitað orðin bara svo vön því að hafa alltaf allt til alls. Að þetta var allt öðruvísi fyrir 50 árum síðan þegar rafmagnið fór bara reglulega og það áttu allir kertaljós og vasaljós og batterís útvarpstæki til reiðu. En svo er staðan bara alls ekkert í dag. Og þetta er eitthvað sem að þarf virkilega að kynna og draga fram þannig að fólk sé sér meðvitað að þarna eru upplýsingar sem það getur leitað í. Ef að fjarskiptin fara þá er þetta erfitt, þá kemst ekki á netið og þá getur ekki flett í upp þegar í harðbakkann slær. Já, það er sem sagt mjög mikilvægt að það séu til viðbragðsáætlanir og við þekkjum þessar viðbragðsáætlanir. Við förum ekki að fletta í þeim þegar við þurfum að bregðast við. Við þurfum að kunna þær fyrirfram. Þetta er eins og með skyndihjálparna. Við förum ekki í námskeiðið eða bókina þegar við þurfum að fara að hnoða. Við bara gerum það og við munum taktinn, staying alive, þannig með Bee Gees. Bara hnoðum, alveg þangað til að viðbragðsaðilar mæta. Hvað er besti staður til þess að geyma kynningu á þessum hlutum?
Það er sjálfsagt einstaklingsbundið. Klósettblettir. Ok. Öllum skipum er búið að líma móttökardyrki og allt saman Já, snjallt. á klósetthurðir. Þannig að menn þurfa ekki að hafa með sér bók þangað. Þeir lesa bara viðbragðsáætlanirnar. Það er snjallt. En sem sagt, það er mjög mikilvægt að við höfum fyrir hendi þessar viðbragðsáætlanir og þar séu nauðsynlegar upplýsingar okkar tengiliði í viðkomandi tilviki, hver fjarskiptin eru, hvernig upplýsingarnar eru fengnar eða gefnar, hvaða aðgerðar á að grípa til og hverjir það eru sem að koma að því og hvaða búnað við getum notað. Og svo er þetta ekki nóg að við þekkjum þetta, við þurfum að hafa æft okkur. Við þurfum að fara í gegnum þetta reglulega til þess að vera þjálfuð í viðbröðunum eins og öllu öðru sem við ætlum að vera góð í. Og við auðvitað ætlum að læra af reynslunni. Við viljum miðla þekkingunni þannig að yfirfærsla þekkingar frá eldri starfsmönnum til yngri, frá reyndari starfsmönnum til óreyndari er gríðarlega mikilvæg. Og það er í mörgum fyrirtækjum núna, til dæmis í raforkukerfinu, eru þeir starfsmenn að fara á eftirlaun sem að byggðu upp raforkukerfi, sem byggðu þessar línur sem að núna ennþá flytja rafmagn landið. Og það er gríðarlega mikilvæg þessi þekkingar yfirfærsla til yngra fólks sem er að taka við. Þannig að það kynnist og þekki hvað þarf að gera. Nú það þarf að halda æfingar og það geta verið mismunandi æfingar, hvort sem að þær eru raunæfingar, þar sem við líkjum eftir atburðarásinni, það stekkur einhver í sjóinn og honum er bjargað, eða það er eins og flugslysaæfingar almannavarna, það er hópur fólks sem að leikur slasa fólk og síðan koma björgunaraðilar og hlynna að því og aðstoða. Það geta verið skrifborðsæfingar þar sem við förum bara setjumst við borð og förum yfir viðbrögðin og ferlana og spjöllum okkur í gegnum það. Það geta verið fjölmennar eða fámennar, það er bara mjög misjafnt. Þetta geta verið 2 menn sem að setjast niður, eða 2 aðilar eða þá fleiri 100 manns þess vegna. Og við erum að æfa þessa ferla okkar, þessa viðbragðsferla, við erum að draga fram viðbragðsáætlanir, við erum að tékka á því hvort að þær séu í lagi, eru þær uppfærðar, eru þetta réttar upplýsingar, þurfum við að laga eitthvað, því að við þurfum alveg örugglega, minnstakosti árlega, að yfirfara þær og uppfæra og sérstaklega þá tengiliðalistana, því að það er mjög líklegt að það hafi orðið einhver breyting á. Nú, ef ég kem aðeins að raforkukerfinu, að þá byrjaði svona neyðar viðbúnaður, formlegur neyðar viðbúnaður í raforkukerfinu, byrjaði 1995 hjá Landsvirkjun. Þá var svona stofnuð neyðarstjórn hjá þeim sem að hugaði sérstaklega að þessum málum. Hvað gerum við ef það verður stór jarðskjálfti? Hvað gerum við ef það verður stórt eldgos eða kemur flóð? Hvar eru ferlarnir? Hvar eru viðbrögðin? Og vinnum viðbragðsáætlanir. Og síðan fylgdu hin stóru orkufyrirtækin á eftir og svona þetta konsept hefur breiðst út. Þannig að 2006 þá var stofnað til svona samstarfsvettvang sem er kallaður NSR, neyðarsamstarf raforkukerfisins, sem er aðilar að því eru þessi stóru raforkufyrirtæki, stóriðjan sem stórnotendur og fulltrúar notenda eru þá veitufyrirtækin sem eru þá viðskiptavinir framleiðslu og flutningsfyrirtækisins. Síðan atvinnuvegar- og nýsköpunarráðuneytið sem fer með yfirstjórn orkumála. Ég hef gleymt Orkustofnun er þarna inni líka, ég hef gleymt að setja hana á listan. Almannavarnadeild ríkislögreglustjóra og Samorka sem eru samtök veitufyrirtækja og eru þá fulltrúar svona smærri aðila. Þessir aðilar hittast reglulega og mynda þennan vettvang sem að snýst hvatningu til viðbúnaðar, samræmingu á undirbúningsaðgerðum, upplýsingamiðlun allt sem að varðar viðbúnað og viðbrögð í undirbúningi vár
Og þarna eru menn að hittast og mynda og styrkja tengsl sín á milli, hvetja til samræmingar og styðja við uppbyggingu á neyðarfjarskiptunum, styðja við þjálfun í tetranotkun. Nú veit ég ekki, eru þið með tetra út á sjó? Þið notið önnur fjarskipti, nei það næri líklega bara ekkert alveg út á sjó. GSM-kerfi bara, Já, og svo, já. Síðan eru bara gerðirnar. Já, og svo með gervihnetta sambönd, einmitt. Já, tetrakerfi næri ekki þarna út á. Nú, þetta samstarf hefur líka snúist um þjálfun og hvatningu til þess að vinna að stöðugum úrbótum. En þetta samstarf er í rauninni ekki neitt viðbragðsaðili. Viðbragðsaðilarnir eru þessi fyrirtæki og þessir aðilar sem standa að samstarfinu. En samstarfi sem slíkt, það er ekki útkallsaðili og bregst ekki við í vá, heldur þessir aðilar. Nú, já, það er komið heldur. Já, þannig að hérna, hvar vorum við? Já, sem sagt, þetta samstarf snýst þá líka æfingar, bæði þáttöku í æfingum hér innan lands og með norrænum samstarfsaðilum, því að það eru sem sagt, sambærileg samtök hérna á Norðurlöndunum sem kallast Nordber, sem er sem sagt, líka í æfingum og sem sagt, Landsnet og fleiri hafa tekið þátt í æfingum til dæmis í Svíþjóð og Noregi. Og hérna, þetta eru þá æfingar sem að raforkukerfi stendur fyrir. Hérna, sem sagt, æfingar í raforkukerfinu, einhverjir aðilar úr raforkukerfinu, hvort sem það eru Veitur eða Landsvirkjun eða Landsnet, og stundum eru þetta æfingar sem sagt bara svona innanhúsæfingar og stundum eru þetta æfingar sem að öðrum aðilum er boðið að taka þátt í eftir atvikum. Og þetta eru sem sagt viðbrögð við allskyns hamförum og þarna getum við bætt við sko sem sagt mengun og flugslysum og öllum mögulegum. Þannig að þarna er verið þá að fara í gegnum viðbrögð við svona atburðum til þess að vera þá betur undirbúin ef í harðbakkann slær einhver tíma. Og þáttakendur eru sem sagt þá úr raforkukerfinu, þetta eru almannavarnir, björgunaraðilar, jafnvel landlæknir og veðurstofan, stundum Ísavía með, og stundum fáum við aðila til þess að leika fréttamenn, þannig að menn eru að þjálfa sig í að koma fram og segja frá og í þessu fréttaumhverfi. Og það er verið að skrifa tilkynningar og setja á samfélagsmiðla sem er þá sérstakar síður sem eru búnar til, eða þá eru búnar til svona dummy fréttasíður eða eitt skiptið var bara alvöru útsendingabíll á staðnum sem að sendi út viðtöl á lokaðri rás í æfingunni. Þannig að það eru sem sagt ýmislegt gert til þess að þjálfa viðbrögðin vegna þessara atburða sem að gerast, þó þeir gerist sjaldan, og þá gerast þeir alltaf öðru hvoru og við þurfum að vera viðbúin að bregðast við. Nú í framhaldi þá af slíkum sem sagt aðgerðum, hvort sem það eru æfingar eða raunatburðir, að þá er alltaf einhver úrbótavinna. Það er farið yfir hvað fór vel, hvað fór miður, hverju getum við breytt og bætt. Þurfum við að rýna ferla eða áætlanir, þurfum við að afla nýrra tækja, þurfum við að þjálfa mannskapinn í einhverjum ákveðnum aðgerðum og svo framvegis. Og allt með áhersluna á það að lágmarka tjón sem getur orðið og að tryggja sem best samfelldan rekstur. Ég held að ég sé bara búin. Þannig að spurningin er sko,
neyðarstjórnun á sjó, hún auðvitað felst í því að bregðast við þegar ef þeir skyldu lenda í vondum veðrum eða einhverju slíku að það sé þá brugðist rétt við áður en veðri skellur á, og ef þeir lendi í veðrinu að það sé þá rétt viðbrögð við því að vera í veðrinu, þannig að því verður bjargað sem bjargað verður. Nú í veðrinu núna í desember, eins og þið vitið, að þá kom varðskipið Þór og það var landtengt á Dalvík og sá Dalvík fyrir rafmagni. Það er mikið verið rætt bæði gegnum orkuskiptin og í gegnum neyðarvarnir að nýta landtengingu flotans. Það eru fjölmörg önnur skip sem að gætu landtengst ef að búnaður væri fyrir hendi. Þannig að það er eitthvað sem að verður alveg pottþétt skoðað í framhaldinu. Já, það er spurt hversu mörgum stöðum á landinu sé búnaður til þess að landtengja skip. Og það er í ýmsum höfnum er búnaður þannig að skip geti landtengst. En ég veit ekki til þess að það sé komin upp búnaður í neinni höfn sem er þannig að skipið tengi og fæði inn á landtenginguna. Það sem sagt er allt á hinn veginn. Málið það er alveg rétt. Það var ekki gengið alla leið þegar skipið var keypt og það vantar ennþá þennan búnað, sem sagt bæði þá landbúnaðinn á einhverjum völdum stöðum og búnaðinn í skipinu, þannig að það sé hægt að gera þessar tengingar. Og ég veit ekki betur en það hafi verið bara fjárskortur sem það vantar bara fjárveitingu í til þess að framkvæma þetta. Það er búið að skoða það tæknilega séð hvað þurfa að gera, en það vantar fjármagn í það. Og það eru 2 skip sem eru svona Ísil Electric og ég man ekki betur en að Bjarni Sæmundsson sem er smíðaður 1970 hafi einu sinni hjálpað Hornfirðingum sem í Hornafirði með rafmagn þegar þeir voru í vandræðum. Það er dálítið langt aftur í tíman. Já, það getur verið. Ég þekki það ekki, en það getur bara meir en verið að svo sé. Þannig erum við komið með 3 skip sem sagt, nú kemur nýr Bjarni Sæmundsson, líklega innan 30 ára. Getum við þá ekki sem sagt, öryggislega séð á Íslandi tengt okkar þessi 3 skip, Árna, Þór og þá nýjan Bjarna Sæmundsson. Þannig að hann geti keyrt inn á þessi kerfi. Ég meina það er ekkert mála að koma með Hafrannsóknarskip og keyra bara rafstöðvarnar í því. Ég meina þetta er nú ekki smá afl í þessu. Tala ekki með að nota aðalvélina beint inn á rafvélin. Tæknilega séð er þetta allt saman hægt með réttum búnaði. Og það eru líka bara stóru togararnir. Þeir gætu líka komið inn sem slík aflvél fyrir byggðarlög. En það þarf bara að koma upp þessum búnaði
og það hefur sem sagt, ekki ennþá verið gert. Þetta reyndist mjög vel á Dalvík. Já, sko, aðaltaflan í skipinu, þar er gert ráð fyrir þessu að menn geti tekið út frá töflunni sem sagt í land. Það er náttúrulega, skipin eru ekki útbúið þannig að það þarf að breyta þá eða gera ráð fyrir þessu þegar við smíði skipsins frá hönnun að hafa aðaltöfluna þannig að menn geti tengt í land og helst haft þennan háspennur borð, sem sagt breytt lágspennu, nýja háspennu borð í skipinu og flutt hana þannig í land. Það verður örugglega þróun í þessa áttina á næstu árum að það verði farið í einhvers konar aðgerðir til þess að koma þessu í kring. Já, það er þetta átakshópur stjórnvalda við vinnu núna sem er að móta aðgerðir til úrbóta og það er ekkert fráleitt að hugsa sér að þetta væri einn af áherslupunktunum að þetta mál fengi framgang. Við erum að fara í útbót á nýjum Bjarna Sæmundssyni, af hverju getið þið skoðað þar núna eins og tók meðferð? Við erum með fleiri en eitt skip, við getum misst fleiri en eitt til það. Í einhverjum hafnum. Það er aðeins að fá að vita hérna varðandi Þjórsárssvæðið og hérna virkjanina á því svæði, ef að kæmi svona hamfara hlaup þar niður sem myndi fara í gegnum kannski Sigöldu og Hrauneyjar og svo áfram niður, eru til einhverja viðbragðsáætlanir við því? Já, Landsvirkjun er með viðbragðsáætlanir og varnir á þessum svæðum. Það er fylgst mjög náið með öllu vatnasviðinu og mjög náið samstarf við Veðurstofu og Háskólann varðandi jarðhræringa, mælingar á jarðhræringum og eldgosviðvaranir og annað slíkt. Og það er töluverður viðbúnaður á svæðinu og hefur verið hugsað fyrir því bæði í hönnun mannvirkjana og í rekstrinum að bregðast við slíku. Hvernig bregðast menn við þessu ef þetta yrði nú tjón á virkjunum, þá er stór svæði sem eru rafmagnslaus, er það ekki? Hvernig ætla menn að bregðast við því? Ég get náttúrulega ekki svarað fyrir Landsvirkjun hér, en menn eru með viðbragðsáætlanir sem að lúta þá að því að afstýra tjóni. Það eru til dæmis flóðvör í stíflum og það eru staðir í stíflunum sem eru veikar byggðir en aðrir og þeim er ætlað að rofna ef yfirborðið í lóninu fer ákveðið hátt. Þannig að þeir varna því þá að stíflan bresti sjálf. Nú það eru ýmsar aðrar aðgerðir varðandi það að beina vatninu í ákveðnar áttir. Og síðan eru þá ef að rafmagn er á skortnu skammti þá er skömmtunar áætlanir til hjá öllum aðilum sem að dreifa og flytja rafmagn. Þannig að það eru þá stýringin á því sem að til skiptana væri fer þá eftir þeim áætlunum og þar eru samningar forgangsorku eða ótryggða orku og svo framvegis mjög fjölbreytt samningsflóra þar. Og auðvitað ef að það er almannavarna ástand og slíkt þá er það auðvitað almannavarnir og æðsta stjórn ríkisins sem hefur ákvarðanavaldið. Ég hef alltaf kallað þetta hátalara frá því á 5 ára, þetta hljóðnemi. Heyrðu, þá ætla ég bara að koma mér hérna á stað og ætla bara að þakka ykkur kærlega fyrir að koma og þakka Dóru Hjálmarsdóttur kærlega fyrir. Takk.